Já, við tökum við boltanum og verðum næstu mínúturnar hérna í Þingmúla í Valaskjálf á Egilsstöðum og við ætlum að tala matarhandverk Guðný hjá Breiðdalsbita. Matarhandverk, hvað það fyrir nokkuð þegar þú skilgreinir hvað matarhandverk er? Já, matarhandverkið okkar eru þessar kæfur sem að við byggjum á gömlu uppskriftin hennar ömmu. Svo þannig að við erum með matarhefðir inn í þessu líka. En við erum að horfa á það að framleiða í litlum skala og leyfa ástríðunni að fylgja alla leið. Og það má eiginlega segja það að ástríðan sem er búin að vera núna í 10 ár hjá mér að birtast hérna í Ærberjasnakkinu. Þannig að þú kemur úr Breiðdalnum og þetta er matur úr héraði, getum við sagt. Algjörlega, við kryddum eins og Ærberjasnakki kryddum við með bláberjum sem eru fengin úr dalnum og reynum að horfa á staðbundin krydd í því sem við erum að nota. Sem dæmi hérna í hreindýrapatíinu eru lyngkrydd sem eru úr Breiðdalnum. Þannig að allt lokal, staðbundin matvæli. En þegar þið voru að byrja á þessu, það eru gerðar miklar kröfur til matvælaframleiðslu. Er grunnurinn sá að hafa aðgang að vottuðu eldhúsi? Já, við gerum þetta ekkert öðruvísi. Það er bara 1, 2 og 3 að vera í vottuðu eldhúsi. Já. Og við erum vottaðir í vinnslu núna í frystihúsinu á Breiðdalsvík og erum búin að standsetja það fyrir okkur alveg gagngert og það er þvílíkur munur að vera komið þar inn þar sem að við byrjuðum í eldhúsinu í veiðihúsinu í Eyjum, heima í Breiðdal. Og það var bara svona lítið eldhús sem að synti bara veiðihúsinu og við sprengdum það eiginlega utan á okkur leið og við fórum í fyrstu jólavertíðina. Þá uppgötuðum við það að það væri alveg eftirspurn eftir slíkri vöru, sérstaklega svona svæðisbundinni vöru. Það voru allir tilbúin til að kaupa jólakörfur. Ég ætlaði að henda í svona 70 körfur af því að ég átti litlar krukkur. Við byrjuðum í litlum krukkum og ég ætlaði að klára upp þann krukkulagar með því að skella þeim í jólakörfur, bara til að losna við þær. Það endaði með því að það urðu 350 körfur sem við þurftum að afgreiða og það voru soðin kæfa á vöktum. Það tók ein vinkona mín næturvaktir í að sjóða kæfu. Þannig að þá sáum við það að við þyrftum stærra og betra húsnæði sem við loksins komumst í núna fyrir jólin. En þessi fjallakæfan, þetta er þá elsta afurðin ykkar og það er bara uppskriftin ömmu bara sem að bara blífur. Já, sem að ég þróaði svo aðeins með það fyrir augum að koma þessu betur í börnin mín. Þannig að ég er búin að taka töluvert mikið af fitunni úr henni og mikið af soði. Þannig að hún er vel smyrjanleg og þetta er í rauninni fyrsti kjötbitin sem ég hef gefið mínum börnum. En þeir eru búin að vera með þetta núna í nokkur ár, þannig að þetta er að byrja að rúlla fyrir alvöru, getur við sagt eða hvað? Eftir að við komumst í okkar eigin vinnslu, þá gerist þetta. Þá líka náði ég að klára að þróa Ærberjasnakkið. Við höfðum bara að framleiða kæfuna í litla eldhúsinu. En núna getum við þróað miklu meira og Ærberjasnakkið var til og það er að byrja að rúlla bara. Þetta er svona bara svona viðbót við harðfiskinn, getum við sagt eða? Já, eða staðgengill hans. En sem sagt, ertu alltaf svona að velta fyrir þér, ertu komin á þann stall að þú ert að svona velta fyrir þér svona næstu nýjungun. Nú ertu sem sagt að setja hreindýrapatíið á markaðinn og svo, hvað næst, hvað ertu með í kollinum? Ég er með allt og margt í kollinum. Það er bara spurning hvað verður ofan á með að finna tíma til að gera. Og það, ég er að vonast til þess að í sumar get ég komið með smá, þar sem að ég er að einblína á túristmann og leyfa honum að prófa íslenskar hefðir í mat. Ég ætla ekki að gefa neitt upp að því að það er ekkert alveg víst að ég náði að hafa það af. Komdu með aðeins svona. Heyrðu, það er hugmyndin er að búa til snakk súrt slátur. Viltu segja þetta? Snakk súrt slátur. Ná. Og þetta er hugmyndin að hafa þetta á barnum í boði, á barnum á Breiðdalsvík, Beljanda. Þannig að ég ætla að prófa að byrja á því að koma því þar út í túristan. Þetta hljómar nú spennandi. Hvar getur túristminn fengið súrt slátur að smakka?
Ég segi það. En svona förum aftur yfir í framleiðsluna sem að nú þegar komin á markað. Þetta hérna það nýjasta frá þér, hreindýrapatíið. Þér datt þetta ekki í hug í gær, þetta tekur svona tíma að þróa þetta væntanlega. Tekur, sko, þetta var smá spretthlaup með þetta því að mér áskotnaðist hreindýralifur í töluverðu magni sem að var eiginlega svolítið óvænt. Þannig að ég ætlaði bara að rumpa af einni uppskrift og ætlaði nú ná því fyrir páskana. En nei, það var nú ekki svo einfalt. Þannig að þetta kemur núna í sumar. En finnurðu það alveg á þínu kaupendum að fólk það vill versla beint frá bíli? Já, það er vakning núna. Það er mín tilfinning. Og það heldur í manni þolinu að halda áfram í þessu. Að það er eftirspurn og fólk er virkilega að íhuga það hvaðan varan kemur sem betur fer. Og þá eru þið til staðar hjá Breiðdalsbita til þess að fylla upp í það box. Það er hugmyndin. Er gaman að standa í þessu? Ég væri ekki aðeins öðruvísi. Ég fæ útrás fyrir sköpunargleðina ásamt því að sjá bara sauðféð mitt verða að alvöru afurð og komast á þann stall sem að það á að vera á. Þar sem að verðið á sauðfjárkjöti hefur ekkert verið hátt núna undanfarið. En þeir sem að kaupa einu sinni hjá þér, eru þeir að koma aftur? Já. Það er bara að komast á bragðið. En það er sem sagt Breiðdalsbitinn, hann blífur. Já, hann gerir það. Bara þakka þér kærlega fyrir komuna og bara gangi ykkur vel með Breiðdalsbitann og við sem sagt förum þá næst yfir til Skúla.